hennar. En hvað gerðist eiginlega? En veistu það ekki? Það hún Heiðbjörg. Hún hefur verið Já, ræð. hún var meðvitundalaus eftir áfallið. Já, og demantshálspenninu var stólið. Ó, Guð hjálpi mér. Það var flakkari og hann var með lítinn dreng með sér. Mánudag ég mæðist ei, mæðist ei, mæðist ei. Þriðju dag gæflind grey, gæflind grey, gæflind grey. Hvíli mig miðvikudaga, 5. dag út í haga. Já, nú koma þrengingarnar eins og þú segir alltaf. Nú verð ég að vera í felum til æviloka. En Óskar? Jú. Því sýslumaður veit að ég var í Sandey á 5. daginn. Hann heldur að flakkari með dragspil hafi hrætt líftórun úr Heiðbjörgu og stólið fínu demantshálsmenni ranginu ekki við sér út mig. En Óskar, þú ert saklaus eins og lamb. Einmitt! Landshorna flakkari og Guðs útvaldi gaukur, en samt sting ég af. Föstudaga frjáls ég laugadagur líkar mér. Nú þykir mér týra. Nú mega ég leita þangað til að verða rangeygðir. Sjáðu Rasmus, hér finna þeir okkur aldrei. Óskar, hvert fór allt fólkið sem átti heima hérna? Það hefur farið til Ameríku, allt með tölu held ég nú. Vildu það ekki búa hérna lengur? Nei, það var of mikil fátækt og eymd hér inn í skóginum. En það hafði þó fallega tjörn. Svona góðan baðstað fundu þau varla í Ameríku. Þau gátu baða sig í tærasta vatninu í Minnesota þegar þau neyddust til að fara í bað. Tærasta vatnið í Minnesota. Það myndi ég vilja sjá. Nei, mikið orðið fínt. Hér verður maður að þurrka fótunum áður maður gengur fyrir. Já, það líklega betra. Já. Vill herran hafa æðardúnssængurnar hérna eða annar staðar? Leðu þær í rúmið í eldhúsi. Í rúmið í eldhúsinu, sagði hann, já. Mikið glæsilegt hérna. Glæsilegt rúm, Rasmus! Óskar.
Hugsaðu þér þú væri pabbi minn og við byggjum í húsi saman. Já, það væri ekkert slor. Flakkara fyrir föður. Það væri fínt. Eins og kjöt. Já, það þætti mér. Mikið er ég saddur. Löngu ljóst er mér að lífið hverfult er og enginn getur flúið örlög sín. Hratt og ört líða æsku árin, hratt og ört líða æsku árin. Aldrei koma þau, nei aldrei koma þau, nei aldrei koma þau, já nýtir mín. Nei. Pabbi minn er enginn flakkari. Hann er einhver verslun með pilsum og karamellum. Pabbi minn er ríkur, en annars eins og Óskar. Góða nótt. Hann breiðir auða silkiábrigði yfir mig því mamma er í Minnesota og baða sig í tærasta vatninu þar og skrifar bréf heim. Ég kem fljótt og fær ykkur fallegt dót. Óskar, eru nokkuð draugar hér? Svo hendir Guðs útvaldi gaukur þeim í tjörnina. Jú, Óskar, heyrir ekki? Dýrilegt að eiga svona mikinn pening. Það er eins og syng í öllum líkamanum, jafnvel botnlanginn er allsæll. Já, aurinn er góður, en eigum við ekki að taka heila klappið og stinga af. Nei. Við verðum kyrrir á hótelinu, þangað til allt er gengið garð. Sakleysið uppmálað. Settu nú hálsmennið þarna. Bráðum getum við farið að lifa eins og heldra fólkið sem við erum. Kampavín og kaviar, kvensniftir. Þú ert ekki í lagi. Ég fyrir minn part ætla að kaupa lítið hús í Tíðahólmi. Þá veit maður hvað maður á. Í Tíðarhólmi? Já, þá veit maður hvað maður á. Nei! Hildingur Líf, hann lætur sér ekki nægja smáræði. Mér langar í meira en það. Allan pakkan. Svakalega varð ég hræddur. Já. Já, það má nú segja. Á morgun förum við með heila klappi til sýslumanns. Sjáðu, hálsmennið hennar Heiðbjargar. Nei, allt vill lagið hafa, sagði Kjell og týndi lýs með tánum. Nei, við felum það allt á öruggum stað og skrifum svo bréf til sýslumanns og segjum hvar hann geti sótt það.
Nýtínd blóm. Já, Í flösku. já. Sykurkassar. Núna ertu eins og sjálfur Salomon konungur í allri sinni prakt. Já, þú skalt fá að vera verulega fýtt svona einu sinni á ævinni líka. Ég vil að þú sért eins og Salomon konungur. Þér veitir ekki að vera fínni. Einmitt. Nýtínd blóm og sykurkassar. Það var það sem ég sagði, Víflið þitt. Það er horfið. Ha? Það er horfið. Leitað allstaðar. Þeir hljóta að vera enn í húsinu. Líander, leitað allstaðar. Hvar ertu? Já. Ha? Leitað uppi, í loftinu. Nú? Flakkarinn og strákskömmin. Hann er með hálsmennið á sér. Flýðu, Rasmus, fljótt. Náðu stráknum, annars sækir hann hjálp.
Rasmus! Rasmus! Hér er ég! Hvar er hann? Já, hann er að fá sér kvöldlúrin. Þarna inni við eldstólna. En hvar er hinn? Ég læst hann ofan í kartöflukjallara. Ó, höfuð kempan. Komdu með skotvopnið. Ég henti því í tjörnina. Var það heimskulegt? Nei, það var gott. Við erum víst engin byssumenn, þú og ég. Komdu. Ég get það ekki. Ég hef hlaupið svo mikið. Ó, drengur minn, opp. Við verðum að fara hérðan, skilurðu. Því fyrr þeim mun betra. Ó. Já, bátt eiga flakkararnir sem hafast við á víðavangi. Og ekki komast þér til himna heldur. Þetta hefur farið eitthvað öfugt ofan í hana Söru. Hún heldur að ef hún sitji kyrr allan daginn fá hún himnavist að launum. Nei, það getur brugðið til beggja vona. Það mun koma í ljós. Má ekki bjóða þér nokkra dropa af kaffi líka? Og brauðsneið? En ekkert smjör. Það færðu kannski seinna. Já, litla Sara er svo góð að hún fer áreiðanlega til himna. En nú er það sýslumaðurinn fyrst. Afhentu bréfi sem fyrst. Því lífið liggur við. Já, en ég vil ekki tala við hann. Ég afhendi bréfið og svo fer ég. Annars fer hann að þvaðra að ég flyti á fátækrahæli. Já, en afhentu bréfið, þá fer allt vel. Já, ég kæri mig ekkert það. En ég geri það samt. Maður á að vera góður við fátæka, segir presturinn. Og ert þú ekki fátækur? Eins og lús. Heyrðu, hvað skrifaður í sýslumanni? Að ég væri saklaus eins og lamb auðvitað. Og að níðingarnir þeir Arnar búa á hótelin í bænum. Og svo sagði ég hvar ég hefði falið peningana og hálsmennið. Hvar faldirðu það? Nei, á leynistað. Höfuð kempa ertu sannanlega. En ég vil ekki draga þig að óþörfu inn í þessar hörmungar. Sjáðu, Óskar, sjáðu! Þau eru frá Vesturhaga, allur hópurinn. Og þetta er Gunnar, sá sem hleypur þarna, Gunnar! Ég verð að fá að tala við hann, það skilurðu? Jó, ég skilji það. Ég dokka þá hér og gæti fatana. Ef einhver myndi girnast þessa gömlu fatarafla. Gunnar! Gunnar! Rasmus! Mikið er allt tómlegt án þín. Já, ég hef hugsað um þig hvern einasta dag. Er Haukurinn ekki hérna? Jú, þannig er hún. Hefur fundið einhvern að vera hjá? Já, á vissan hátt. En það er ekki ákveðið. Ég veit ekki hvernig það gengur fyrir sig. En ég hef lent í einu og öðru, get ég sagt þér. Hér á Vesturhaga er allt óbreytt. Við þrælum og púlum. Komið strax í röð, krakkar! Heyrðu Rasmus, hvað ef við sjáumst aldrei framar? Við sjáumst aftur. Ég hef aldrei átt annan vin. Ég sagði þið strax! Hlítið ykkur!
Rasmus. Skerpi hnífa, skerpi skæri, komið þið bara. Ná, komið þið. Viltu skerpa skærin? Skærið þið, þetta er ekki það lítur að mega skerpa þau. Þau skulle verða að beita, já, þú hélst að það væri hægt. Komið og kaupið. Viljið þið sjá inn í framtíðina? Hver vill vita hvaða gæfa bíður þeirra? Kaupið spádóma, aðeins 10 aurar. Aðeins 10 aurar. Lífsins leið getur verið lykkjótt. Já, þetta er fyrir, já. Komið og kaupið af spámanninum. Svo förum við bak hverjuna, hæmandi, hippandi, hapsassa. Fyrst förum við eftir veginu víða. Svo förum við bak hverjuna, happandi, hippandi, hapsassa. Þið fátt ekki betur en að bíta og klóra og bíta og klóra. Fátt ekki betur en að bíta og klóra, happandi, hippandi, hapsassa. Þið fátt ekki betur. Náðu honum byssunni. Byssunni? Haldið að ég sem er byssu? Ég sem er svo kvektur að ég hleyp í felu þegar köttur settur upp krippu? Litla Sara, bréfið til sýslumanns! Bréfið! Óskar! Ég vil tala við sýslumann. Heyrið ekki hvað ég segi? Hann er í boði. Hann hefur ekki tíma fyrir þig. Í boði? Hann er í boði og hér sitt ég, saklaus eins og lamb. Þú lýgur. Þú varst á Sandey og þú varst hjá frú Heiðbjörgu. Í þetta sinn ferðu inn. Já, menn eins og þú ekki að ganga lausir. Og mig langar til að kalla þig nautsaus en alltaf líka ekki refsing við þig líka. Þú getur bölvað þér upp á að svo er. Þá verð ég að kalla þig Björgvin, en ég meina nautsaus, þið geti ekki refsa mér fyrir það. Þessi afstæða kemur þau bara í klandur. Sett hann í klefa 2, sýslumaður síðan hann til á morgun. Hvað hefur þú að gera við þennan? Já, hann strauk frá Vesturhaga. Við verðum líklega að fara með hann þangað aftur. Þetta voru nú meiri nýrlarnir. 5 eyring og fisk fékk ég. 5 eyring og fisk, ég fekk ekki neitt. Alls ekki neitt? Ekki eitt kóbekka. Þú hér? Hvað var Óskar? Veistu hvað? Sérðu það sem ég sé? Nei. Krakkaskratinn. Þá hlýtur flakkarinn yfir í grindinni. Ef þú sérð þetta merki, þá veistu að það þýðir að hér er mat að fá. Og þetta hér, það þýðir að hér fást peningar. En ef þú skildir sjá þetta merki hérna á hurð eða girðingarstaur, hvað þýðir það? Óðir hundar og líka ofbeldishneygt fólk. Þú ert námsfús eins og yrðlingur. Óðir hundar og ofbeldishneygt fólk. Þú skalt gæta þinn á þeim. Heyrðu, Piltur, verður nú vænt og sagtu aðeins meira að vatn. Löngu ljóst mér að lífi hverfult og enginn getur flúið örlög sín. Löngu ljóst mér að lífi hverfult og enginn getur flúið örlög sín. Ratt og vört líða æsku árin, ratt og vört líða æsku árin. Og aldrei koma þau, nei, aldrei koma þau, nei, aldrei koma þau hann hít til mín. Hvar er flakkarinn?
Óskar er í fangelsinu. Var hann tekið fastur? Þá kemur hann upp okkur. Við verðum að forða okkur. Nei, nú ríður á að halda ró sinni, svaraði mér strax. Var Óskar með peningana á sér þegar lögreglan náð honum? Nei, hann hafði falið á leynilegum stað, en ég veit ekki hvar. Hvernig litist þér á að við hleyptum Óskari úr fangelsinu fyrir þig, ha? Jú, það væri fallegt að ykkur. Já, við erum svo góðir. Ha, 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 ha.